allt mjúkt. Já, komið í sæl. Það hefur verið ágætisveður á landinu í dag og vissulega var aðeins meira skýja hér vestan til á landinu heldur en í gær en við fengum að fá alveg fínasta daghitta en áframdaldið svona kalt að næturlagi og var mældist frostið mest 15 stig á Þingvöllum í nótt. En það er mjög þurrt í þessu og í rauninni mesta úrkoma var að mælast einhver tæpi 3 millimetrar sem er nú ekki neitt og það verðist alltaf að verða svona aðeins þema hjá okkur þá næstu daga, það ætlar að verða þurrt hjá okkur áfram. Ég er þó með þessa hæð hér rétt suðvestur af landi og hún ætlar svona allavega fram í miðja næstu viku, eða miðja viku að halda stöðu sinni. Og þá verður nú ekki mikil úrkoma í þessu, þó vissulega sjáum við nú svona úrkomu flekki koma hér inn, en þetta er í mjög litlu magni og staldrar ekki lengi við. Þannig að svona hvað varðar morgundaginn þá skríði nú aðeins að hér hlýra loft, verið í mjög köldu lofti að undanförnu og við sjáum jafnvel hér hlýja tungu myndast hér vestur af landi. Þannig að þetta er nú svona veitir von til þess að allan að næturfrost verði minna og daghiti eitthvað hærri, en við sjáum ef við kemum síðan hreyfimyndina af landinu að þá munu þéttast smá saman þrýstilínu þegar líður á nóttina og morgundaginn og þá sérstaklega norðan til á landinu og það getur orðið vel hvasst á köflum þar, hvasst og kviðótt tíma á morgun og við sjáum hér klukkan 14 og þá getur jafnvel svona staðbundu verið að slá í stormi norðanlands á Tröllaskaga og það sem vindur stendur af fjöllum til að mynda á ströndum. Þannig að meðalvindur fari svona staðbundu í eða yfir 20 metrar á sekúndu og svona vísbendingar á loftum það að kviður geti jafnvel verið að slá rétt yfir 30. Og það verður reyndar strekkingsvindur víða norðanvert landið en mun hægari vindhverfar sunnandregur, heilt yfir bjartar á austurhelmingi landsins heldur en vestur og einhver lítilsháttar úrkoma á köflum, sérstaklega þó hér norðvestan til í mjög litlu magni þó. Og hvað var það síðan þróun fram til þriðjudags að þá smá saman dregur svona úr þessum vindstreng fram til þriðjudags, litlar breytingar að öðru leyti og við sjáum að þetta er mjög þurrt loft, það er nánast ekki nein úrkoma að mælast í þessu og jafnvel nokkuð bjart yfir á landinu þá á þriðjudaginn. Getum kallað þetta svona skýja með köflum hér vestan til á landinu en sólríkt í öðrum landshlutum og jafnvel tveggjast af hitatölur eins og spáumbendi hér til þá varðandi Akureyri og jafnvel örugglega víðar á þriðjudaginn og fram til miðvikudags að þá er rauninni lítið að gerast nánast sama veðrið áfram og þegar við komum hér þá á hádegi á miðvikudaginn þá sjáum við að þetta er svona vestan og norðvestan átt yfirleitt svona 5 til 10 metrar á sekúndu hjá okkur, getur svona verið kannski heldur meiri blástur bæði við suður og norðurströndina. En svona almennt séð hvað var það veður þá er ákveðlega lítið að frétta en síðan á 50 daga þá ætla nú að koma samkvæmt nýjustu spá þá og koma lægð hér skrúa sig niður hér norður af landi og hún getur allan tíma gefið af sig nokkuð snarpa norðanátt þá á 50 daginn eins og við sjáum hér en við tekja til því að það er engin úrkoma í þessu korti en að þessi norðanátt virðist þó ætla að vera þurr. En það er nú ekki þurrviðri vítt og breytt í Evrópu, rignir víða hér sunnanverðri Skandinavíu allan á morgun og reyndar að fínasta veður svona allan í Pólandi og norður Þýskalandi en við sjáum þegar við komum niður að Miðjarðarhafinu þar er nú víða töluverðar skúraleiðingar og jafnvel þrumuveður á köflum og þá við Balkanskagann Ítalíu að einhverju leyti og svo er það Íberíuskaginn og sérstaklega á Portúgal og sunnanverður Spánn. Það er búist við þrumuveðri á köflum á morgun og hefur henni verið þannig undanfarna daga. Ekkert sérstaklega bjart yfir Spáni hvað var það Kanaríeyjar á morgun allan að virðist alltaf nú svona vera meira skýjað en minna og jafnvel úrkoma á köflum
og þetta er svona dálítið ómyndir vindátt norðvestan eða vestanátt, svona norðaustanáttin meira og minna ríkjandi þannig, en við endur síðan hér í Norður Ameríku og þar er ekki mikið stórviðri á ferð þessa dagana. Skulum segja þetta gott að verið sæl.